Saga efnafræðinnar. Áður en við tölum efnafræðina sjálfa ætlum við að tala aðeins gullgerðarmennina eða alkemistana. Á yfirborðinu geti svo litið út sem gullgerðarmenn hafi verið efnafræðingar. Þeir unnu með margvísleg efni, þeir tóku blý, kopar, járn og fleiri efni, bræddu þau, eimuðu þau, blönduðu þeim saman og gerðu hluti sem að líkjast mjög efnafræði tilraunum og á margan hátt voru þetta efnafræði tilraunir en þetta voru ekki vísindalegar tilraunir. Þetta var þvert á móti mjög óvísindalegar aðferðir þar sem menn gerðu alls konar tilraunir fram og tilbaka, fyrst og fremst með það að markmiði að verða ríkir, fyrst og fremst með það að markmiði að taka ódýr efni og geta með einhverjum hætti unnið með efnin þannig að þetta yrðu dýrmæt efni. Menn héldu að þeir gætu til dæmis búið til gull úr ódýrari málmum. Við vitum í dag að það gátu þeir ekki og áttu enga möguleika á því. En þetta var engan veginn ljóst á þessum tíma og í raun og veru er það ekki fyrir menn fara svona átta sig á því að það er hægt að breyta þessum tilraunum gullgerðarmannanna í vísindi sem við segjum að efnafræði sem fræðigrein hafi orðið til og er þá gjarnan miðað við árið 1661 þegar Robert Boyle gaf út bók Efasemdaefnafræðingurinn og í þessari bók þá gerir hann greinamun á gullgerðarmönnum og efnafræðingum, alvöru efnafræðingum og munurinn felst kannski aðallega í því að efnafræðingar vanda sig, þeir gera miklar kröfur til sínum sannanir og gera tilraunir til að safna sér þekkingu. Þeir eru vísindalegir í hugsun. Það er samt afar mikilvægt að átta sig á því að þó við segjum að efnafræðin hafi orðið til 1661 með tilkomu með útgáfu bókarinnar, þá var það alls ekki þannig að frá með þeim degi eða því ári hafi allir efnafræðingar farið að haga sér eitthvað öðruvísi. Þvert á móti þá var efnafræði og gullgerðarlist mjög lengi fléttuð saman í einhverja svona samsöðu. Og ein merkasta efnafræði uppgötvun þessa tíma var til dæmis uppgötvun sem Henning Brandt, maðurinn á myndinni, gerði þegar hann var einmitt að reyna að búa til gull. Hann var að reyna að búa til gull úr hlandi, hann safnaði gríðarlegu magni af þvagi í flöskur og fötur og vann með það og uppgötvaði fyrir tilviljun að þetta efni gat glóið í myrkrið að jafnvel fuðrað upp og hann hafði uppgötvað efni fosfór sem þýðir ljósberi á íslensku. Uppgötvun efnisins fosfórs var alveg merkileg og þó hann hefði verið að leita að gulli þá mörgu leyti var hann kannski heppnari í því að fosfór var á endanum dýrara heldur en gull. Það var efnafræðingur í Svíþjóð, Carl Scheele, þýskur efnafræðingur en tilheyrði í raun og veru Svíþjóð á þessum tíma. Hann uppgötvaði ódýra leið til að búa til fosfór og ein afleiðing þess var að Svíþjóð er og hefur alltaf verið síðan leiðandi land í framleiðslu á eldspýtum því fosfór er einmitt notaður í eldspýtur. Carl Scheele er yfirleitt aldrei talað um hann nema í samhengi við óheppni hans og hann var gríðarlega óheppinn. Hann uppgötvaði 8 frumefni en er ekki þekktur sem maðurinn sem uppgötvaði neitt þeirra. Ef hann reyndi að láta einhvern vita af því þá var það bara hreinlega þannig að bréfið týndist í pósti eða hann einhvern veginn klúðraði þessu. Þannig að þó að hann hefði uppgötvað klór og magnesín og súrefni og köfnunarefni og flúor að þá var ekki fyrir seinni tíð sem að hann nýtur heiðursins af því. Hann uppgötvaði líka mörg efnasambönd. Ég ætla að nefna 2 þeirra. Þetta er ammoníak. Ammoníak er búið til úr 3 vetnisatómum sem eru föst við eitt köfnunarefnisatóm. Þetta efni er gríðarlega mikið notað í alls konar iðnaði og Carl Scheele uppgötvaði það, hefði ekki orðið vellauðugur en var það ekki því aðrir uppgötvuðu það og urðu ríkir á því aðeins seinna. Hann uppgötvaði líka glýseról, hreinsaði glýseról fyrstur manna. Glýseról er flóknara efni, stærra efni, búið til úr 3 kolefnisatómum, 3 súrefnisatómum og 8 vetnisatómum sem raðað er saman í þessa fallegu keðju, svona beinagrind úr kolefni og svo er súrefnið og vetnið hengt utan á það eins og myndin sýnir. En
aftur, Cartier, þó hann hefði uppgötvað efnið, þá var hann ekki hann sem naut heiðursins af því og ekki sá sem varð auðugur á því, heldur aðrir. En óheppni hans endar ekki þar því að Cartier hafði þann leiða ávana að öll efni sem hann vann með, hann smakkaði þau og dag einn þá drafst hann þegar hann smakkaði eitruð efni og hann fannst steindauður við efnafræði vinnuborðið sitt með fullt af eitruðum efnum í kringum sig og skelfingarsvip á andlitinu. En Cartier stundaði mjög metnaðarfulla efnafræði og það var kannski freistandi að halda núna þegar efnafræðin voru til á þeim tíma þá sé hún ekki lengur svona óvísindaleg, en efnafræðin var samt mjög lengi enn blönduð alls konar hugmyndum sem kannski myndu ekki teljast vísindalegar, menn eyddu til dæmis óskaplega miklum tíma margir í að leita að efni sem stundum kallað elan vital, sem ekki til, hreinlega ekki til og í raun og veru aldrei neitt bent til þess að sé til. Þetta efni sem að á íslensku má kalla lífsandan, einhvers konar efni sem býr í lifandi hlutum og greinir það frá dauðum, en héldu að þegar maður deyr þá leki þetta efni einhvern tíðan úr manni eða brotni niður og þá jafnvel að það var hægt að vinna í hináttina og lífga dauða við. Og þetta minnir okkur á skáldsögu ungrar enskrar konu sem sést á myndinni, Mary Shelley. Hún höfundur skáldsögunar Frankenstein og þið vita að Frankenstein læknirinn en ekki skrímslið. Skrímslið hafði ekkert nafn. Það ekki fyrir með þessu manni sem efnafræðin verður nútímavísindi og þetta faðir nútíma efnafræði. Þetta Antoine Laurent Lavoisier, Frakki, eins og nafnið gefur að skilja. Hann tilheyrði smáaðli eða lágaðli. Það þýddi að hann var svona dálítið hátt settur í samfélaginu en þó ekki í efstu lögum. Þessa stöðu sína tryggði hann sér ekki síst með því að kaupa sig inn í fyrirbæri sem kallaðist almenna bændabýlið eða ferme générale og þetta tryggði honum gríðarleg auðæfi því að almenna bændabýlið var alls ekkert bændabýli, kom landbúnaði sáralítið við. Þetta var fyrirtæki sem var með samning við kónginn innheimtu og sköttum. Þeir rukkuðu skatta, tolla og gjöld fyrir kónginn, borguðu kónginn það sem hann átti að fá og hirtu síðan sjálfur gríðarlegan gróða. Og Lavoisier var með 100 milljóna í laun á mánuði þegar best lét, jafngildi þess í íslenskum krónum. Þannig að hann var gríðarlega ríkur og fyrir þennan auð þá meðal annars keypti hann rannsóknarbúnað og tæki og átti fullkomnustu tilraunastofu í heiminum á þessum tíma og hann var ekki einn við rannsóknir, heldur stundaði hann rannsóknir með konu sinni, henni Maríönnu. Maríanna var dóttir eins af yfirmönnum hans í almenna bændabýlinu og hún var bráðgreind og mikið af þeirra tilraunum og rannsóknum gerðu þau saman. Þau unnu saman snemma á morgnana og allan sunnudaginn og raunar kölluðu sunnudagana sem þau eyddu við efnafræðirannsóknir hamingjustund eða jour de bonheur. Jæja, Lavoisier, tölum aðeins afrek hans. Hann einn af höfundum bókarinnar sem þarna á myndinni, Méthode de nomenclature chimique. Þetta bókin sem í raun og veru útskýrir hvers konar orðaforða og nafnakerfi menn ættu að hafa í efnafræðinni. Efnafræði var á þessu tíma mjög subbuleg grein, það að segja, menn notuðu ekki sömu kerfin og notuðu ekki sömu aðferðirnar og ekki sömu nöfnin og það var mjög erfitt að miðla upplýsingum frá einu til annars því að það var engin samræming. Þessi bók var tilraun til að auka samræminguna og eitt af því sem að Lavoisier tók þátt í fyrir utan að semja þessa bók var að hann var einn af höfundum metrakerfisins. Metrakerfið ekki bara það kerfi að mæla vegalengdir í metrum, heldur þetta kerfi sameiginlegar mæleiningar í vísindum. Í metrakerfinu til dæmis það að mæla hitastig í gráðum á Celsius, mæla þyngd í kílóum og svo framvegis og litlu myndinni innfeldu sjáum við að græn öll lönd sem nota metrakerfið og grá þau lönd sem nota það ekki og nær allur heimurinn nota metrakerfið og þegar kemur að vísindarannsóknum þá notar allur heimurinn metrakerfið. Lavoisier var einn af vísindamönnunum sem að tilheyrðu konunglegu vísindaakademíunni í Frakklandi. Þar var eitt af hlutverkum hans að taka á móti ungum vísindamönnum sem voru með kenningar eða hugmyndir
og meta og dæma uppgötvanir þeirra og rannsóknir. Einn þeirra ungu manna sem komu til hans þar var Jean-Paul Marat, maðurinn á einföldu myndinni. Marat var með hugmyndir bruna sem hann bar undir Lavoisier og Lavoisier þótti lítið til þeirra koma og niðurlægði Marat raunar nokkuð og Marat átti seint eftir að fyrirgefa honum og þetta var örlagavaldur seinna í lífi þeirra beggja. En það þrennt sem við skulum undirstrika við Lavoisier. Lavoisier uppgötvaði ekkert frumefni sjálfur, sem merkilegt því hann hafði búnaðinn til þess en áhugi hans var ekki endilega á því sviði. Hann hins vegar maðurinn sem gaf vetni og súrefni, hydrogen og oxygen, nöfnin sem þau bera í dag. Hann áttaði sig á hvað þetta var og gaf þessu nöfn. Hann kom skipulagi á efnafræðina, hrint inn í nútímann. Hann safnaði saman öllu sem var vitað, skar burt það sem var lélegt, skýrði það sem var gott og kom skipulagi á efnafræðina þannig að þeir sem komu á eftir, þeir gengu að allt annars konar fræðigrein heldur en þeir sem höfðu verið undan honum. Efnafræðin þróaðist alveg gríðarlega með Lavoisier og hér sjáum við mynd úr endurgerð af tilraunastofu Lavoisiers og dæmi búnaðinn sem hann notaði. En hann einnig þekktur fyrir það að hafa ásamt Maríönnu konu sinni uppgötvað eitt af grundvallarlögmálum vísindanna og grundvallarlögmál allrar efnafræði sem lögmálið varðveislu massans, sem felur í sér að það ekki hægt að eyða efni, það ekki hægt að búa efni til, efni alltaf til staðar, jafnmikið af því, það eina sem hægt að gera að breyta myndum þess. Þannig að kertið inn í lokuðu kerfi, það getur brunnið, það getur bráðnað, en það eina sem hefur gerst að vaxið hefur breyst í gufu, gufan ennþá inn í hjálminum og þetta verður alltaf jafn þungt, það hefur alltaf jafn mikið massa. Eina leiðin til að breyta massanum að taka eitthvað af hlutnum eða bæta einhverju við hann. Þannig að heimurinn bara hefur inniheldur ákveðið mikið af efni, ákveðið mikið massa og eina sem gerist að massinn færist til og frá eftir ákveðnum reglum og hlutverk efnafræðinnar að rannsaka þessar reglur. Lavoisier var einstaklega illa staðsettur þegar franska byltingin átti sér stað. Þetta hátindi ferils hans, hann tilheyrir aðlinum, hann tilheyrir ferme générale, hann búinn að rukka skatta og tolla, hann byggði veggutann París sem fólkið hataði, veggurum var byggður til að stoppa smygl og svo var þetta að rukka enn meiri tolla og Jean-Paul Marat, maður sem hann hafði niðurlagt, var einn af foringjum byltingamanna og Jean-Paul Marat lét sækja Lavoisier til saka fyrir ákveðna svona glæpi sem Lavoisier átt að unnið og Lavoisier var á endanum dæmdur til dauða. Marat sjálfur var myrtur af konu sem Charlotte Corday, ung aðalsmær sem hafði fundist miklar ofsóknir gegn sínu fólki og hún kenndi Marat og hún bað áheyrn hjá Marat, þóttist ætla að gefa honum nöfn einhverja föðurlandssvikara. Hann tók á móti henni í baði því hann hafði húðsjúkdóm sem krafðist þess að hann væri í baði meira minn allan daginn og þegar hún var komin upp á herbergið hans og ætlaði að fara að segja honum nöfnin að hann hélt, dró hún hníf undan sjalinu og stakk hann til dauða. Marat dó raunar á undan Lavoisier en Lavoisier var drepinn í fallöxinni og tengdapabbi hans, pabbi Maríönnu og raunar Charlotte Corday sem drap Marat. Þau enduðu öll ævi sína í fallöxinni.